Þetta var verkið 4 mínútur og 33 sekúndur eftir tónskáldið John Cage. Verkið var frumflutt þann 29. ágúst árið 1952 af píanóleikarunum David Tudor. Hann notaði skeiðklukku til að taka tímann og opnaði og lokaði píanóinu til að aðgreina 3 hluta verksins. Þetta tiltekna tónverk er frægt fyrir að vera einungis þagnir. En hvað eru þagnir? Og hvað eru þær að gera í tónlist? Skipta þær einhverju máli? Er tónlist ekki hljóð? Fyrir hvert lengdargildi nótu, muniði, heilnóta, hálfnóta, fjórðapartsnóta og svo framvegis, er til samstæð þögn. Stæðsta eða lengsta þögnin er heilnótu þögn. Þekkjum hana á því að hún er svo ofboðslega hávaxin að hún rekst upp í 4. línuna á nótnabeltinu. Næst lengsta þögnin er hálfnótu þögn og hana þekkjum á því að hún er eiginlega alveg eins og heilnótu þögn nema bara ekki alveg jafn hávaxin og situr því bara á 3. línuna á nótnabeltinu og horfir upp á stóru systur sína. Þú nær mér ekki hérna uppi, ég er stærri en þú. Já, nei, þú ert bara montrast. Hvernig dirfistu? Systur, allavega. 4. partsþögn, hún lítur út eins og elding. Wow. Og eins og þegar eldingu slær niður, þá er 4. partsþögn bara 1 slag. Síðast en ekki síst er 8. partsþögnin. Hún lítur út eins og talan 7. Svo ef við sjáum hann á nótnabeltinu, en munum ekki alveg hvað hann á að vera löng, þá getum við bara hugsað 7 plus 1 eru 8. 8. partsþögn. Ég hélt að stærðfræðin væri bara fyrir nóturnar. Já, var það ekki? Nei. Sko, það er fullt af stærðfræði í tónlist. Ef maður hefur sérstakann áhuga á því að vera að leita. En við erum ekkert að pæla í því núna. Af því að við erum að reyna að koma að staði hvað þessar þagnir er að gera í tónlist. Hvað meinarðu með því? Dóni. Rólegar. Þagnir eru mjög mikilvægar. Það er engin vafi á því. Og ég skal meira þess að bara sanna það. Heyrðuð þið þagnirnar? Fylgist þið bara með nótunum á meðan ég spila? Þarna eru nefnilega mjög mikilvægar þagnir. Og ef ég myndi spila lagið aftur án þagnanna, þá myndi það hljóma svona. Þetta hljóma bara ekkert eins vel eða nokkuð. Þagnir í tónlist virka svolítið svona eins og greinamerki í málfræði. Og greinamerki eru þetta punktar og kommur og upphrópunarmerki og allt svoleiðis. Og þegar kemur á tónlist, þá geta þagnir haft svipuð áhrif. Í fyrsta réttinni eru þagnirnar á eftir tjú svolítið svona eins og upphrópunarmerki. Það er nefnilega munur á því að lesa tjú tjú, tjú tjú eða tjú tjú. En svo eru líka þagnir í tónlist þó svo tónlistin stoppi í raun aldrei. Því að þegar mörg hljóðfæri koma og spila saman, þá eru þeir ekkert alltaf að spila öll í einu. Það er bara hávaði.
Svo þegar hljóðfæraleikari fær nótur fyrir sitt hljóðfæri, þá getur þær stundum verið bara stút fullar af þögnum. Og sumir hljóðfæraleikarar meira þess að gera lítið annað en að bíða og telja þagnir af því að þeirra hljóðfæri kemur bara fyrir á einum stað í laginu og kannski bara eitt lítið ding. En þeir þurfa samt að vita nákvæmlega hvenar og hvar dingið á að koma, svo þeir þurfa að fylgjast vel með og telja þagnirnar. Eins og ég sagði, mjög mikilvægar. Og ekki gleyma, heilþögn risastór, svo stór að hún rekur hausinn í 4. línuna á nótnabeltinu. Það eru 4 slög. Hálfþögn, sem ekki alveg jafn stóra heilþögn, svo hún bara situr á 3. línunni, 2 slög. 4. partsþögn, hún svo elding, 1 slag. Og 8. partsþögnin, 7 + 1 muniði, bara hálft slag. Og nú getið þið farið að æfa ykkur að þegja. Jæja!